Árið góðir velkomin á úrslitaleik í fjórðaflokki kvenna flokkur á milli HK og KA Þórs. Við ætlum að renna skipta leikmennina og númer 1 í liði KA Þórs Eyrún Guðmundsdóttir. Númer 1 í liði HK Þorgríður Ína Arinbjarnardóttir. Númer 16 í liði KA Þórs Heiðbjörg Anna Guðmundsdóttir. Númer 12 í liði HK Arna Sjöfn Ævarsdóttir. Númer 2 í liði KA Þórs Katrín Lífberg. Númer 9 í liði HK Ásdís Embla Ásbjörnsdóttir. Númer 3 í liði KA Þórs Aldís Ásta Heimisdóttir. Númer 6 í liði HK Ágústa Huld Gunnarsdóttir. Númer 4 í liði KA Þórs Ólöf Hringsdóttir. Númer 8 í liði HK Birta Rún Gretarsdóttir. Númer 5 í liði KA Þórs Þórgunnur Sædís Magnúsdóttir. Númer 3 í liði HK Elva Arinbjarnar. Númer 8 í liði KA Þórs Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Númer 2 í liði HK Berglind Þorsteinsdóttir. Númer 9 í liði KA Þórs Lísbjörg Gestsdóttir. Númer 26 í liði HK Ada Kocinka. Númer 11 í liði KA Þórs Kristín Jóhannsdóttir. Númer 29 í liði HK Asta Krossek. Númer 15 í liði KA Þórs Sigrún Edda Eggertsdóttir. Númer 30 í liði HK Laufey Sigríður Guðmundsdóttir. Númer 17 í liði KA Þórs Helena Tómasdóttir. Númer 15 í liði HK Sigrún Agnes Einarsdóttir. Númer 20 í liði KA Þórs Áslaug Erlingsdóttir. Númer 5 í liði HK Elna Ólöf Guðjónsdóttir. Númer 22 í liði KA Þórs Guðlaug Hrafnsdóttir. Númer 11 í liði HK Sigríður Sól Indriðadóttir. Og númer 56 í liði KA Þórs Una Kara Vídalín. Og númer 17 í liði HK Emma Karen Jónsdóttir. Þjálfarar HK Díana Guðjónsdóttir, Sigrún Arna Gunnarsdóttir og Hilmar Guðlaugsson. Þjálfarar KA Þórs Stefán Gunnarsson, Gunnar Erni Birgisson og Jóhann Gunnar Jóhannsson. Dómarar Bjarni Viggósson og Sigurður Björtur Þrestason og eftirlitsmaður Einar Sveinsson. Til að tryggja heiðarlega leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróttum í huga viljum við biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja þetta lið með háttvísi í huga, sýna jákvætt hugarfar gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir og góða skemmtun! Komið þið sæli góður áhorfendur, þá heldur veislan áfram í Kaplakrika. Úrslitadagur yngri flokkana í handboltanum. Það eru svona 3 fyrstu partíin í þessari veislu búin. Og allt voru það leikir sem unnust með einsmarks mun og svo síðasti fór í framleikingu. Við biðjum ekkert það mikið betra. Veisluhöldin halda hér áfram með úrslitaleiknum í fjórðaflokki kvenna eldri. KA Þór gegn HK. Við höfum von á góðu. Þetta eru 2 lið og 2 félög sem að standa að öflugu yngri flokkastarfi.
við erum ekkert með högguna í gólfinu yfir því að þessi lið skuli vera í úrslitum. Nei. Káa-liðið er búið að vera hérna í sem helstu úrslitaleikjum hérna í fyrra og í ár í þessum aldursflokki. Bjarni Viggósson og Sigurður Hjörtur Þrastarsson dæma þennan leik og HK Stúlkur eru lagðar af stað í sína fyrstu sókn. Við höfum séð þetta norðanlið í bikarúrslitunum núna, ég man eftir núna að minnstakosti undanfarið 2 ár. Já. Þarna eru býsna áhugaverðir leikmenn og þetta er einn þeirra. Arnrún Eik Guðmundsdóttir í markinu hjá Káa Þór. Það er allt í lagi að vinna þessari stúlku svona aðtekli. Já, ekki spurning. Byrja hér fyrir utan Aldís Ásta er á miðjunni hjá Káa Þór, hérna út í hægra megin Lísbeth Gestsdóttir. Una Kara Vídalín sem að lætur nú yfirleitt talsvert til sín taka í markaskorun er þarna út í vinstra horninu, hún á það til að koma hérna út í vinstri skyttuna. HK Stúlkur. Við höfum svo sem séð það fyrir í dag. Leikirnir hafa stundum, já, náttúrulega ekki nema 3 búnir en tveir þeirra fóru svona tiltölulega rólega af stað en svo kviknaði í flugvöldunum. Já, það er svona smá stress og svona sem er að leikmennir að ná úr sér. Ekkert á hverjum degi sem leikmennir að spila hérna verið fullt á áhorfendum. Það var frábær mætingin í dag og Já, ekki spurning. það var bara strax klukkan 9 í morgun. Já. Þétt setið á völlunum. Hér, nei, hún hefur stigið þarna inn fyrir Aldís Ásta. Bjarnar er þarna á miðjunni hjá HK. Hérna út til vinstra megin Ágústa Huld Gunnarsdóttir. Við náum ekki að hlaupa yfir liðskipjarna hér í upphæfi leiks. Við fyllum í þessar reiður svona eftir því sem á líður. Ada Kosikka er þarna út í hægra megin hjá HK. Hér kemur af línunni Elna Ólöf Guðjónsdóttir. Sýnir Bjarni Viggósson fádæma öruggar hreyfingar þegar hann dæmir vítakast. Ekki nokkur að vafa. Þetta var ágætlega list hjá HK Stúlkum, þeir keyrðu þarna svipað kerfi í tvígang. Þarna kemur fyrsta markið. Það skorar Ada Kosikka af vítalínunni. Kristi Jóhannsdóttir með skot þarna en það var varið að Hávörð. Þetta er alveg banátta. Árún verð þetta. Kom með 3 skot varinn. Það verður að teljast nokkuð gott á 4 mínútum. Rauðningur þarna dæmdur. KA með langarsendingu fram.
Það er Þorfríður Ína sem verður þetta í markinu í HK. Vel varið. Einhvern veginn samar þetta sem vörugt mark. Já. Þetta var nú Una Kara sem að slökk hann í gegn. Þetta er víti. Já. Ada Kosiska fiskar hérna annað víti og hún tekur það bara sjálf. Fyrir HK. 26, HK Hólsvita. Það voru eitthvað ósáttir hérna Gunnar Ernir og Stefán Guðnason. Ég veit ekki hvort það var vítið eða framkvæmdin á vítunni, ég tók nú ekki eftir því. Tveir dagfarsbrúður og velubaldir piltar, þeir þarf nú ekkert að segja neitt óviðeigandi. Nei. Bara aðeins að skerpa á hlutunum. Það hefur gengið bölvanlega hjá Norðanstúlkum og opnað þessa HK-vörn. Þarna fór Þorbrún Þorsteinsdóttir inn úr horninu. Tekur vörðin og endar í þversláni. Það er örlítið svona betra flæði í HK-sókninni. Já. Það var virkilega vel gert. Já, þá er hún góð nafnlað. Una Kara Vídalín skora fyrsta mark. 26, Una Kara Vídalín, þessi fyrsta mark. Skora fyrsta mark KA Þórs í þessum leik. 2-1 fyrir HK. Emma Svavarður, hvernig er þetta? Þorsteinsdóttir komin inn á þá HK inn út í vinstra megin. Hún tekur hér skotið en Arnrún að verja sitt 4. skot. Athyglisvert og ánægilegt fyrir norðanpiltin að norðanliðin eru vel stund hér í dag. Þórsararnir létu vel í sér heyra í 4. flokki eldri hjá körlunum áðan. Þar sem þeir töpuðu eftir framlengingu fyrir FH. Það sjálfsagt sitja nú einhverjir þeirra eftir til að styðja KA Þór. Já, mér sýnir það. Og það getur verið viðkvæmt á sumum bæjum að spyrða þessi fjölu saman. Fín vörn hjá HK. Hér kemur 3. mark HK í þessum leik og það skorar Ásdís Erla Ásgeirsdóttir. KR hérna svona hraða miðju en ver vörnin í HK. Guðnaði minnstu að þetta væri svona sending bara à la Berglind Íris. Já. Það er styrður norrlenskur sóknarleikur. Svona þessar fyrstu mínútur minnsta kosti. Berglind Þorsteinsdóttir reyndi sendingun á línuna, tókst ekki. KR-stofn komið hraðabrauð og það er Una Kara sem skorar sitt annað mark.
að sjá þetta. 3-2 fyrir HK. Þetta var vel spilað að HK og opnuð þarna vel fyrir hægra hornið, en Arnrún varði sitt 5. skot. Innkast. Mjög góð varnarleikur. Mæta virkilega ákveðnar út í skytturnar. Vel gert hjá Aldísi. Skorar hér jafnar metinn 3-3. Aldís Óskar Heimisdóttir með sitt fyrsta mark. Þetta skot frá Ágústu Huld var vel framhjá. Ég er búinn að vera að gjóa aðeins augunum á bekkinn hjá HK. Sko, Díana þjálfari Guðjónsdóttir, það er yfir henni einhver stól í skró sem ég veit ekki alveg hvernig á að túlka. Hún er margreitt í þessum bransa og hún er ná frábærum árangri. Ég er náttúrulega bæði sem leikmaður og þjálfari. Þetta er fín sendingar inn á línuna. Náðu ekki að grípa þetta. Helena Tómasdóttir þarna inn á línunni hjá K.A. Þór. Þetta var góð sending. Lent vítakast, hún hefur verið lent á hún náði að koma boltanum í netið. Þá kemur Hata á vettvang. Hún skorar á miklu öryggi. Ég er ekki frá því að hún sé búin að skjóta öllum skótunum þarna í vítunum. Nákvæmlega sama punktinn. Já. Til hvers að breyta það sem vel gengur. Svipa kerfi norðanstúlkur aftur og aftur þar sem að Aldís fer út í skyttustöðuna vinstra megin þegar leyst út í hornið. Þær hafa ekki verið að finna þessar glufur sem þær eru að leita að. Nei, þarna síðast komst hún gegn þá stoppaði það á Þorfriði. Ágætt tilraun, fín skot, en Arnrún Guðmundsdóttir. það er komið 6 varir. Já. Nei, þetta er dálítið mikið þetta hjá K.A. Þórliðinu núna.
tæknifélagar verið að kasta boltanum í innkast og slíkt. Það er ekki vænlegt til árangurs. Hefur ekki þótt að hinga til. Frekar ólíklegt að það breytist í dag. Ágústúlkur hættur að missa hreinlega ekki boltann og hér kemur, nei, jú, nær að skora. Sigrún Agnes Einarsdóttir. Hún er að skora sitt fyrsta mark. Kemur HK hér 2 mörkum yfir, 5-3. Vel framhjá, fær eins og vítið. Náði hann að koma sér í snertingu við varnarmanninn og fiska vítakast. Ja, fiska næla í. Skorar af öryggi. Vítabúturinn var mjög eðlilegt að taka víti akkurat þegar það er búinn að labba með barnavagn fyrir aftan markið. Bara mjög algengt. Já, já. Koma HK-stúlkur marki yfir 5-4. Rétt tæpar 17 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Þetta er Elna Óla Guðjónsdóttir sem er að skora sitt fyrsta mark. 6-4 fyrir HK. Komið er þarna og breyttu aðeins til. Kristín Jóhannsdóttir átti þetta skot. Bjarni segir að þar hefur varist þarna innan teiks. HK-stúlkur, þetta var Ásdís Embla Ásbjörnsdóttir sem sótti þarna á vörnina. Anna Kara Vídalín skorar sitt 4. mark fyrir K.A. Þór. Hún er búin að 4 af 5 mörkum liðsins. 6-5 fyrir HK. Ágúst Ebbur inn úr horninu en Una nær að stela þessa bolta og næstíð búinn að koma sér þarna fram hjá Ágústu Huld en Ágústa braut á henni. Stöðvar hraðaflöfið.
frá því að við höfum sko hingað til það sem við höfum séð til þess að káa Þórslið í úrslitunum í bikarnum til dæmis og við höfum séð svona einhvern veginn betri gang og betra flæði. Já, þetta er mjög styrkt hjá káa Þórsliðinu akkurat núna. En það er enginn á sér einhver sigur að næla sér í vítakast. Aldís Ásta Heimisdóttir sem að fyrst náðu því að miklu harfylgi. Þá er Una á punktinum aftur. Og skorar. Þetta er mikið öryggi. 15 markið hana og staðan orðin jöfn aftur 6-6. Og Hákarliðið er einu manni færri núna næstu 2 mínúturnar. Þessu Elva og Berglind Alltaf þarna á sínum stað út í hægra megin Berglind í loftið Þetta er Já, vel varið hjá henni Þetta er vel spilað. Já, vel spilað. Virkilega vel gert. Einu færri og þær þurfa líka að eiga við aflúna þannig markinu. Nei, heyrðu. Þetta eru 2 mínútur. Una Kara Vítalín fór þarna inn á horninu og fer enn eina ferðina í 7. sinn á... Nei, 5. sinn, er það ekki? Jú. Þetta er gott að vera niður í vinstra megin við markmanninn. Nei, breytti til. Það er svolítið skemmtilegt aðflýði hjá hann í vítakastinu. Já. Þá eru norðanstúlkur komnar yfir, 7-6. Já, Hákarlsstúlkur verða þeir 2 færri næstu 30 sekúndurnar. Þannig að spurning hvernig KA nýtir sér þennan kafla. Þarna var menn nú bara segir svo hún var nú heppin að fá fríkast þarna. Þetta var ekki sérstaklega skynsamlega ákvörðun að fara þarna. En klukkan tíðar. Jó. Þetta var nú kannski ekki svo galið. Hér er Arnór 9. skotið sitt. Nei, og þarna var líðishending sem að Ásdís Embla komst inn í og skorar. Jafnar 7-7. Vel gert, 2 færri. Já. Þeir Una inn úr horninu, þetta setur hún framhjá. Hálf mínúta í að HK-liðið verður með fullskipað lið. Þær eru að leysa þetta ágætlega undir töluna. Já. Höndin komin upp. Kemur 7. útileikmaðurinn inn. Nú er að koma skot. Berglind. Já. Klínir þetta upp í samskeytin fjær. Allt fyrir sjónvarpið. 8-7 fyrir HK. Fín vinsla hérna í vörninni. Og innkast segir Bjarni. Stendur út af vellinu og grípur hann. Hann var ekki minnst af af. Nei. Þetta með Arnar Augu þessi maður. Þetta var ekki galin hugmynd. Nei. Það er verið að horfa aðeins betur upp á völlin, gáða Þórstelpu. Una var alveg. Þetta var fín sending. Já. Og hvað? Dæmi línu? Já. Hafi tilt niður fæti.
En ég ætla að segja að í þessum hraðablöfum Una svoleiðis alveg langt fremst. Þannig að það er að nýta sér það betur KA-stelpur. Þarna var bara sjálfsíðu sprettur hjá Dínu Guðjónsdóttur. Þetta var bara lágandi að vera Íslandsmet í 50 metrum. Þetta hún hefur ekki tekið svona sprett bara síðan á Hlíðarenda sko, í gamla húsinu. Já. Fyrri hálfleikur er farin að styttast heldur betur í annan endan. 8-7 fyrir HK. Þetta nú, sko, það er dálítið athyglisvert að kíkja á tölfræðina hjá norðarliðinu því að sko, Arnrún er búinn að verja 9 skot og Una Kara Vídalín búinn að skora 6 af 7 mörkum. Já. Aldís Ásta Heimisdóttir er svo eina sem kemur auk þeirra tveggja við sögu í tölfræði. Já. Og af þessum 6 mörkum hjá Unu þá eru held ég 5 úr vítum. Já. Æsingur í Jóar Una á flautunni. Skemmtileg staðsetning á flautunni. Beint fyrir ofan okkur. Já, það er hefst leikurinn að 9. HK getur áfram 2 marka forystu. Já, 20 sekúndur eftir. Fyrir hálfleik. Já, hvað það er að setja upp í leiklíðinu. Kemur þarna innlýsing frá háttamanninum og er ætlaði að reyna þarna línusendinguna en tókst ekki. 8 sekúndur eftir af hálfleiknum. Þetta verður að gerast hratt. Já, HK-liðið gerir vel að stöðva þetta hraðablöf. Það var skynsamlega gert. Ég hef ekki alveg áttum á okkur tíminustopp. Jú, þeir hafa sennilega tekið leiklið. Gunnar Ernir Birgisson. Þeir kunna þetta. Já, þetta er... Það eru 3 sekúndur eftir og þeir eiga boltan hérna á miðjum velli. Þannig að það er spurning hvað Gussi teiknar upp. Við þurfum nú eiginlega sko, að fá ykkur til að læða bara hljóðnum að það inn í leikjum. Þannig er ekki töluð vitleysa. Nei, við þurfum eiginlega að fá Guðna í það verkefni. Flautan mín í íþróttahúsum á Íslandi. Þú ert nú margsildur í þessu Jóhannes og spámanlega vaxinn. Hvað þarf að negla þessu bara inn á línu í einu grein? Já, það var ekkert annað sem boðið. Una átti þetta skot og þetta skráum við sem varið hjá Þorfríði Ínu Arnbjarnardóttur í markinu hjá HK. Fyrri hálfleiknum er lokið. HK hefur hér einsmarks forystu 8-7. Við sjáum fram á afar áhugaverðan síðari hálfleik. Þetta er allt svona í allan dag. Þetta er 1 og 2 mörk. Það er enga veginn hægt að spá fyrir úrslit í nokkrum einasta leikir í dag. 8-7 fyrir HK í hálfleik. Við tökum okkur stutt hlé.
Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. All set up, boss. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. It's all in the swing. All right, it's time for some fun. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos.
sig fyrir seinni hlutann og höldum áfram. Jæja, þá heldur fjörið áfram. Síðari hálfleikurinn er hafinn hjá HK og K.A. Þór. Úrslitaleikurinn í fjórðaflokki kvenna eldri og staðan er 8-7 fyrir HK. Já, ég er ánægður með Gussa, hann er ekkert að stressa að koma á bekkinn, hann er bara að spjalla hérna fólk bara og svona, þarna kemur hann höltir svona fyrir aftan markið. Hann náttúrulega hitti menn þarna út í horni. Já, já. Þetta er vel framhjá, reynda var Bjarni búinn að dæma þarna línu á Ólöfu Lindsdóttur. Hörku skot í stöngina. Já, þá fram. Þetta er misjafn sending á Unuköru. Koma HK-stúlkur marki yfir. Þetta er flott dreifing, vel gert en skotið yfir. Með skot þarna þeirra á Arnavegnum og inn. Unnakara Vítalín. Þorfríður var komin í rétt horn, skulum við segja. En boltinn breytti stefnu. Það er ekkert verið að dreifa markaskorunum og þarna. Nei, það er óþarfi. Kemur sendingu fram, nei. Tæpa halda sér inn á vellinum þarna. Það var mikið af sendingafeilum hjá K.A. Þór og að vera hingað til. Þetta var flott, fín hreyfing og gott mark hjá Elvu Arnbjarnar. Fyrsta mark. HK er búið að vera svona mestan part þessa leik svona hænufitinu á undan. Svo að nú er Una komin hérna út í skyttuna vinstra megin sem vorum að tala um upphafi leiks og hún ætti til að færa sig í þá stöðu. Eitthvað með einhverjum ráðum upp á sóknarleikinn. Það var löng sending hérna fram á. Þetta var aðeins og hátt og langt. Það koma svona kaflar í þessu leik, þá er þetta svona leikur hérna áhugaverður löngu sendinga. Já. Ísabur línusending og sending fram. Unakara, hún klárar þetta. Annar 8. mark. Af 9 mörkum K.A. Þórs. Já. Staðan jöfn 9-9. Sigrún Agnes Einarsdóttir að skora sitt annað mark. Enn er HK marki yfir 10-9. Þarna var allt galopið inn á línu en fínn varnarleikur. Þetta
Liggur ein norðanstúlkan óvíg. Ég veit ekki hvort við erum að skrifa þetta á taugatitring. Það fullt af fínum hugmyndum í gangi. Opna sendingarleiðir og sendingartilraunir. En það svona eitthvað örlítið flóknar að koma þess alla leið. Jafnvel að grípa boltan ef hann sleppur í gegnum varnarlínuna. Fínar meiningar, fínar hugmyndir. Já, áfram henduleikurinn. Þarna þetta skref. Enn ein línusendingi sem að klikkar. Og skref. Leður vel í þetta skot. Skorar sitt 9. mark. 10-10. Þetta er 10. varða skotið hjá henni. Og Una fer upp í skotið en Þórfríður Bína Arnbjarnardóttir í marki HKVR. Þeir eru taugar handan, þetta er allt eins og á að vera. Og ekki galin hugmynd enn og aftur en frábær sending og hvað gerir? Nei. Una Kara Vídalín náði ekki þessu bolta en það var alveg á mörkunum. Það er víti. Já. Elva Eyrarbaldar tekur það og skorar. HK heldur áfram að vera þessu feti framar. Upp í skot en þetta er varið. Aukakast enda, þetta gengur óskaplega mikið út á það að koma henni í skotfæri. Hér kemur skot í vörnina. Ólöf Flynsdóttir átti þetta skot. Sástæðina miðinni
Smellir þessu í stöngina. Óla Hákonstofur. Heyrðu! Fín hreyfing. Þetta var skemmtilega gert. Náði einhvern veginn að lauma sér hann í gegnum vörnina og ég veit, ég má ekki kalla þetta bara laumu frekar en vippu. Þetta hefði orðið mark ársins. Það var ekki flokkulega. Það þarf ekkert að pína hana Unu í það að taka skotin. Þorfríður verður þetta hennar 7. skot varið. Ekki kemur það hér, fín vörn. Já. Svo var K.R. Hraðbrand að gera. Kemur sendingin út í horni. Já, þetta var virkilega gert. Ólöf Lindsdóttir skorar sitt fyrsta mark. Aðeins verið að bæta á markalistan hjá K.A. Þórsliðinu. Já, þeir eru komna 3 á listan. Já. Þetta er bara mark. Þetta var áhugavert ferðalag sem Aldís Ásta lagði þarna af stað í. Það dæma HK hér boltan. Já, ég held að þetta sé örugglega 5. eða 7. skipti sem það kasta boltanum út af í innkast. Við, já, það er bara gull. Og Bjarni er búinn að hafa sér gjörsamlega fullsatan af Gunnar Erni Birgisinni. Og hann er ekki hættur. Nei, þá snýr hann sér að eftirlitsdómarunum. Það er að gera að láta þess að menn vita af sér. Já, já. Nei, heyrðu, þetta eru 2 mínútur. Já, það er ekkert annað hægt að það. Á klaufalega broti. Það er sendað þetta niður í hornið. Hún er orðin árásargjarnari heldur en hún var í fyrri hálfleiknum. Gerir bara vel í því að ráðast hún á vörnina. Staðan 12-11 fyrir HK. Fyrir segir síðara hálfleikur rétt það bil að verða hálfnaður. Þetta er vel gert en ágætlega varið hjá Þorfríði og bara stóð föst á sínu. Engin panik. Hér eru taugarþandar. Elva kemur þarna. Ákvað búið að leysa þér af. Nú komið 2 línumenn. Ávörnin verður þetta skot. Frá Ágústu. Þegar höndin vantarlega var að koma upp á dómarunum. Þetta, já, kemur hér. Elva reynir. Ráðleyslegt í HK núna. Já, leikleysa.
Núna hleypu. Þetta nárkast. Já. Hún alveg að nenna þessu. Já. Valdís. Þetta kannski full mikið hnoð hjá K.A. Þórstúlkum. Akkúrat þessa stundina. Kannski mættu spila boltanum örlítið betur og reyna fresta þess að fá varnarmenn HK aðeins framar út á móti sér. Sendingin á þetta vel gert. Virkilega gott mark. Lísbeth Gestsdóttir. Það er hreinlega jafnt bara á öllum tölum. Já. Og enn fjölgar á lista markaskorara hjá K.A. Já. Þetta er allt að koma. Þetta er bara ruðningur. Mínútur eftir og staðan jöfn 12-12. Þetta er eins og eftir handrit. Þetta var góð sending og vel varið. Jafnvel enn betur varið. Þorfríði. Og Hákastóru á innleysing hérna hjá Ásdís Emblu, en þetta er Lína hjá. Hákabekkurinn skilur hreinlega bara ekkert í þessu. Þetta var fín hreyfing. Ólöf Hreinsdóttir sem fór þarna inn en skaut boltanum framhjá. Þessi rata Kosiska inni og fara 4-2. Það er að spila það dálítið mikið, Háka-stelpur. Leysa inni, 4-2. Þetta er fín vörn. Ávörður er þannig búin að vera í eitthvað 5 bolta. Á freista Norðurstúlkur að komast yfir. Það hefur nú hreinlega bara ekki gerst síðan vel var liðið á fyrir hálfleikinn. Komast yfir 7-6. Sendingin inn á línuna. Það eru svona aðeins að koma fleiri blæbrigði í sóknarleikinn. Það er af henni góða. Nei, hér missaði bara bolta. Hér þar hafi vel frest að regna þarna með aukakasti. Ada í gegn, hún skorar. Ada Kociska að skora sitt 4. mark. HK aftur komið marki yfir 13-12. Já. Þetta er fín vörn hjá HK. Já, vel gert. Fín sendingin á línuna. Það er Lísbeth Gestsdóttir sem skorar hana. Þórgunnur Þorsteinsdóttir komin þarna inn í vinstra hornið hjá K.A. Þór. 13-13.
er bolti bara dæmdur af Háká-stúlkum. Þetta er náttúrulega bara, já, bara klaufaskap. Það er ekki einu sinni hægt að skrifa þetta óhöfn. Þetta er klaufaskap. En eiga þá Háká-stúlkum möguleika á því að komast yfir. Já, Lísbeth leysir inn. Unna, hún leiður í skot. Og það er bara varið. Já, vörðin var hún búinn að taka kraftinn svolítið úr þessu. Það er ekkert að þessu. Þarna reiknaði ég nú satt best að segja með aukakasti, en Berglind Þorsteinsdóttir átti þessu skotilraun. 5 mínútur eftir. Og allt stendur á jöfnu, 13-13. Þetta er fínt gegnumbrot og víti. Aldís Ásta Heimisdóttir braust þarna í gegnum vörnina. Og nú ver. Þarna varði Þorfríður. Kom í veg fyrir að Una skoraði sitt 10. mark og enn ætlar Norðanstúlkum að ganga bölvanlega á forystu. Það er ekkert gefið eftir hérna í vörninni. Þetta er fínt gegnumbrot víti og 2 mínútur. En ágætlega varið einhverja síður hjá Arnrúnu. Það er Elva Aribjörnsson sem fer á punktinn. Skorar. Það hefur svona losnað aðeins eftir því sem að liðið hefur verið að leikja, þá þeir eru farin að taka meira í sénsa, þeir eru farin að í báðum liðum farin að ráðast betur á vörnina. En það var svona sumuleyti svolítið svona fyrirsjáanlegt og styrkt framan af. Nú eru ekki nema rétt rúmar 3 mínútur eftir og Háká marki yfir og þær stela hér boltanum. Þetta var vel gert. Dakamór skref. Það er ennþá rúm mínúta í að maðurinn kom inn og hjá Káa Þór. Það er stuðningurinn, Tómasson. Mark núna ef að Háká gæti farið langlegina með þetta. Já, miðað við hvernig þetta hefur gengið. Það er ekki beinlínis að rigna inn. Og það er missa boltan. Þetta er vel gert, fín vörn. Já, það þarf að nýta þetta. Það var einhvern veginn sko, bara miðað við það hvernig þessi dagur hefur gengið, hvernig þetta hefur spilast, það var einhvern veginn lág í loftinu að þetta myndi ekkert ráðast einhverjum 3 mínútum fyrir leik. Það er bara vitlaust. Það er hérna til horninu. Nei. Þetta var óskynsamlegt hjá henni. Og Háká kemur upp í hraðablöð. Virkilega vel útfært. Það er Asra Kosik sem skorar sitt fyrsta mark. Kemur í Háká í 15-13 þegar tæpar 2 mínútur eru eftir að leiknum. Átekur Káa Þór leikhlé. Og ætlaði að lesa yfir hausafótunum á sínum stúlkum. Stefán og Gunnar.
Það kannski rétt að minna á að næsti leikur viðureign Vals og HK. Það eru bara reynilega úrslitin í þriðja flokki karla. Já, hann hefst 6:30. 6:30. Svo klukkan 6:30 Selfoss Fylkir í þriðja flokki kvenna. Og svo flautan, svo lokaleikurinn FH Valur, úrslitin í öðrum flokki karla. Og nú kemur smá flaut aftur. Þetta veisla. Ég tala flautuna. Já, ég veit. Hjartanlega sammála. Látið hérna við ykkur. Við erum að láta það koma núna. 15:13 mínúta og 35 sekúndur eftir. Það þarf, við reyndar sáum áðan í FH Þór. Sá leikur virtist vera nokkurn veginn búinn. Þórsararnir skoruðu 4 síðustu, 3. En sóknarleikur K.A. Þórs í leiknum hefur ekki verið það samfærandi að ég myndi ekki setja pening á það að skora hérna 2 mörk. Nei, þarna fór það. HK að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í 4. flokki kvenna eldri. Það er mínúta slétt eftir að leiknum. HK 2 mörkum yfir og boltan í sókn. Nú segi ég bara eins og maður, þetta getur ekki klikkað. Það getur ekki klikkað. Og víti. Vítakast. Elna Ólöf Guðjónsdóttir nælir vítakast og það er Elva Ari Bjarnar sem fer á punktinn. Skorar hann miklu. Já, sitt 5. mark. Úrslitin í þessum leikur ráðin þarf að segja hvort liðið fer með sigur á flokki. Þetta er lokatölur. Þetta er víti. Klukkan gengur þannig að þetta er síðasta kast leiksins. Nei, nú stoppar. Það ættu að vera 2 sekúndur eftir. Já, það er bara búið. Það þurftu þá kortir að láta hana bíða. Una skorar sitt 10. mark. Það dugar ekki til. HK fagnar hér sigri. Íslandsmeistaratitli í 4. flokki kvenna eldri. HK-stúlkur hafa hér betur gegn K.A. Þór í úrslitaleik 16-14. Og þær eru vel að þessu komna. Þær voru, jú, þær eru í bílstjórasætinu. Meira og minna frá upphafi. Jú, þær voru alltaf með smá forystu. Við skulum fram að verðum síðastur. Við erum á góðsendum. Við erum miklu í hörðurrækninguna. En fyrst búið að útnefna mann leiksins. Maður leiksins leikmaður nr. 1 hjá HK, Þorfríður Arnbjörnsdóttir. Þá komið að því að við viljum fá K.A.